Ok, og fyrir dag að fara yfir Redis. En Redis svona gagnataga geymsla. Staður þar sem við getum geymt hluti í minni og geymt á hluti sem við þurfum ekki að vera með persistað einhvers staðar í einhverju vel skipulöðu formati, þá eins og í svona relational formati eins og með Postgres, heldur eitthvað sem við viljum geyma til styttri tíma. Redis ekki relational og mætti flokka undir þessa NoSQL grunna. Það er að segja ekki relational og geymir hlutina á bara svona opnu form. Við getum geymt bara hvað sem við viljum hann í. Og það eru nokkrar týpur og það eru til dæmis strengir, listar og set, en við munum mest bara að skoða hvernig þetta virkar þegar við erum ég er með einhvern hlut, ég vil geyma hann undir einhverjum lykli og ég vil geta náði hann eftir einhverjum lykli og hann er þarna og það er ógeðslega hratt að ná í það. En út af því að Redis vinnur bara í skyndiminni, það þarf aldrei að fara eitthvað á lesa eitthvað á disk, þá er það miklu hraðara, alveg eitthvað 2 order of magnitude hraðara en að lesa eitthvað á disk. Þó svo það sé kannski öðruvísi þegar hann er ekki með þessa gömlu góðu harðdiska. En síðan getum við líka tengt saman marga vefþjóna sem eru að keyra Redis og safna þannig saman fullt af vinnsluminni og geymt ótrúlega mikið af gögnum í Redis sem gerir það verkum að við þurfum ekki að vera við þurfum ekki að fara of langt til þess að sækja ykkur gögn. Við getum bara lesum eitthvað á minni og þá þarf ekki að vera að fara allavega leið á vefþjónustun okkar, í gagnagrunninn okkar eða eitthvað annað yfir netið eitthvað svoleiðis til að ná þetta út. Það er svo hægt að persista hlutunum sem eru vistaðir í Redis á disk en það er ekki sjálfgefna hegðunin. Og þegar við erum að nota Redis þá munum við ef við verðum eitthvað verkefni sem nota Redis þá erum við að nota á fyrir hluti sem mega gleymast. Og þetta er svona key value store, það er þannig að ég er með eitthvað gildi og ég vil geyma það undir einhverjum lykli og ég segi bara Redis, gjör svo vel, viltu geyma þetta fyrir mig? Og þessi lyklar eru hástafanæmir og þeir eru svo geymdir undir þessu lykli og ég segi hérna settu lykilinn user með valjúinu foo. Þá er það vistað undir þessum lykli og síðan getur kallað í get user til þess að sækja það sem er undir þessum lykli. Þannig að þetta er afskaplega einföld, conceptually einfalt módel svona í grunninn. Og við ætlum að nota þetta til þess að setja cache fyrir vefforritun okkar og að því leyti að í staðinn fyrir að þurfa að útfæra einhverja útreikninga eða sækja einhver gögn, sækja einhver mikið af gögnum, blanda þeim einhvern veginn saman, þá getum við gert það einu sinni, geymt þau í Redis og sóttu þangað ef þau eru til og ef þau eru ekki til, náði þau og vistaðu í Redis og síðan fyrir næsta kall sóttu þau úr þessu skyndiminni. Og svo ætlum við líka að sjá hvernig við getum sett upp session store, en eins og þau gerðu fyrir verkefni 3, þar sem maður loggaði sig inn, en síðan leið og eitthvað gerðist við Heroku appið, það restartaði sér, það breyttist eitthvað, þá datt þetta úr minni og þeir sem voru loggaðir inn, logguðust út. Það var ekki hægt að persista sessionið á einhverjum stað sem var óháð dynóinu sem keyrir á Heroku. En það eru mjög margar skipanir til í Redis og við getum til dæmis sótt alla lykla sem eru geymdir í Redis og það er endur ekkert sem við viljum gera endilega í stærri forritum þar sem að þetta er hægt, það þarf að reyna að fletta upp öllu því sem er geymt og við erum að gera fleiri 20.000 af lyklum, þá er það ekki málið. En svona þegar við erum aðeins að snerta á þessu og sjá hvernig þetta virkar, þá er gott að nota þetta til að sjá hvað er verið að vista og undir hverju og hvernig. Síðan getum við eytt öllu, það er bara ein aðgerð, bara flush all, það eyðir öllum lyklum úr þessum gagnagrunni og það er út af því að þetta sem við erum að geyma þannig er ekki eitthvað sem við viljum eiga til lengri tíma. Þetta er bara eitthvað sem við erum að geyma tímabundið og við erum í lagi að detta út.
Síðan þetta set sem getur sett bæði lykil með gildi og líka settunum lykil með gildi, en þú ert bara að geyma þetta í 10 mínútur, 10 sekúndur, 1 sekúndu. Þannig að það getur verið gott fyrir svona kassaðalhluti, þar sem ég setti mig við það að þetta sé til í skyndiminni í 10 sekúndur. Þannig að ef ég að fá ótrúlega mikið af requestum inn á hverju sekundu, þá í lagi að vera með 10 sekúndar gömul gögn í það lengsta og síðan sett nýtt gildi. Og svo get sækir þetta, skilar null gildi ef það ekki til, delete, eyðir lykli eða lyklum og fleiri. Þannig að ef við skoðum svona hvað hérna annað, þá þetta alveg góður listi af alls konar aðgerðum. Og síðan hægt að fara jafnvel ennþá lengra og skrifa svona skriptur sem eru settar inn í Redis. Það eru skrifaðar í Lua, þannig að það að keyra hérna eitthvað eval sem keyrir Lua skript á Redis þjónunum, og þá þetta að nota hann til að vera með einhverja ákveðna lógík í þessu hvernig við erum að kalla í. Á ég að eyða þessum lykli? Já, það fer eftir því hvað. Það einhver lógík sem þarf að koma inn í það. Og í staðinn fyrir að gera það í forritunum okkar, þá getum við lótað inn þessum skriptum í Redis og keyrt síðan eins með skipin. En til þess að setja upp Redis, þá getum við nota bara Brew á Macintosh eða á Mac, og á Linux þá getum við sótt þetta. Á Windows þá það aðeins meira vesena, þegar það ekki neinn official útgáfa af þessu, en Microsoft portaði þess að Redis yfir á Windows, og með leiðbeiningum hérna frá þeim þá ætti þetta virka. En þegar við setjum þetta upp, þá fáum við command line interface sem leyfir okkur að tengjast Redis þjónustunni. Þannig að þetta eins og þegar við erum með Postgres, við setjum með einhvern Postgres þjón, og síðan höfum við einhverja klæjenda sem geta tengst þjónunum til þess að gera og senda einhverja skipanir og sjá hvað í gangi. Þannig að við getum opnað þetta forrit og sett lykil sem á að renna út eftir 10 sekundur, og þá köllum við hérna bara Redis CLI. Það opnar sjálfgefi við Redis á localhost á þessu 6379 porti sem sjálfgefna porti fyrir Redis, og þá getum við sett lykil og síðan sótt lykil. Ef við keyrum þetta hérna, þá keyri ég bara Redis CLI, þá ég komin hérna inn og ég get sagt keys stjarna, þarna eitthvað dæmi sem ég var að rifja upp. Þá get ég sagt flush all, þá ég ekki lengur með neina lykla hérna. Ég get set hello world og skoða keys. Þannig komin hello lykillinn, get hello, þá fæ ég gildi sem ég setti, get hello x, þá fæ ég 0 eða nil gildi, það segir til að það sé ekkert sett undir þessu. En ef við séum að setja þetta upp á Heroku, þá getum við notað Heroku þjónustur, þessar resources sem við getum bætt við appinu okkar, og það eru margar mismunandi Redis þjónustur til þar, en Heroku býður upp á Heroku Redis, sem jafn auðvelt að setja upp og eins og Heroku Postgres. Keyrum það inn og fáum þá í environmentu okkar Redis URL sem við getum notað síðan til þess að tengjast Heroku Redis clientnum, servernum. En í Node til þess að tengjast við Redis, þá sækjum við pakka sem heitir einfallega Redis, eða Node Redis, og installum honum voru með npm install Redis og fáum þá upp leiði til þess að tengjast við þjónin, og þá það eins og þetta með Redis URL sem sett upp í Heroku, þá það bara einhver tengistrengur sem í URL formi, og setjum hann inn og síðan ef við viljum nota async og await, þá getum við notað Promisify til þess að
til þess að breyta þessum callback aðgerðum yfir í async await aðgerðir. Og síðan, ef við viljum að forritið okkar hætti á einhverjum tímapunkti, þá þurfum við að kalla client quit til þess að losa í raun Redis af event loopinu hjá okkur. Ef við setjum þetta upp með Express, þá gerist það sjálfkrafa eftir að Express appið hættir, þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að kalli það. Þannig að þegar við erum búin að setja upp Redis fyrir Node, þá fáum við eitthvað svona Redis pakkin hérna, köllum við create client, gefum honum slóð á serverinn okkar. Ef við skilgreinum ekkert hér, þá mun hann sjálfgefurinn að tengjast inn á localhost á þessu sjálfgefna porti. Síðan getum við búið til set aðgerðina hérna, gert hana að sync og await. Þá köllum við promisify með client set, en aukalega þurfum við að kalla í bind út af því að þessi hérna set aðferð notar this, innbyrðis, til þess að gera eitthvað, til þess að setja eitthvað í clientnum sem við búið að kalla í, að búa til. Þannig að ef við munum þá setja bindar this skildi fyrir fallið sem verður til. Þannig að þetta fall hérna set async, sem ætti að heita hérna set async, mun hafa rétt this set þegar verður kallað í þetta. Þannig að þá getum við kallað í að wait, set lykilinn hérna, gildið og síðan þetta x10 sem að, ef við gerum aftur hérna set foo bar, að þá það ex expiration tími í sekundum, px í millisekundum, þannig ég set ex3, þá mun þessi lykill renna út eftir 3 sekundur. Þannig ég get get foo, það hérna, en nú það runnið út, þannig það ekki lengur til staðar. Þannig við getum látið hlutina renna út, sem mjög gott þegar við erum að kassa hluti, af því þá getum við bara hentum hann inn og sagt þetta gildi bara fínt og mun vera fínt næstu n sekundurnar og þá þurfum við ekki að gera neitt þess að renna út. Þá bara hættir Redis að halda utan um þennan lykil og við, þegar við reynum að sækja gildið, sjáum við það ekki til, kössum það aftur í n sekundur og svo framvegis. En það sem að Redis mjög gott að setja upp þetta session storage. Og það þá hægt að nota connect Redis sem middleware sem leyfir okkur að tengja þetta við sessionið okkar. Og þá köllum við í connect Redis með sessioninu okkar og segjum síðan í staðan fyrir að skilgreina ekkert store þegar við köllum í session, þá skilgreinum við storið okkar sem eitthvað Redis store og gefum slóðina á þjónin sem við ætlum að nota. En þá hætta þessi session okkar að renna út þegar að eitthvað gerist við vélina sem keyra þetta, minnið hreinsast, resetast eða við restartum appinu eða eitthvað, heldur þetta allt saman geymt í Redis. Síðan að nota Redis sem cache, þá getum við gert þetta sem ég var að gera áðan, að setja bara lykla og láta það renna út. Og við getum geymt í raun hvaða gögn sem bara með því að stringifæja þau með JSON. Og þannig getum við aðskilið þetta sem gæti verið dýrt í forritinu okkar frá með því að nota cache. Þannig að þá getum við athugað, hef ég einhver gögn í cache-inu? Ef svo þá skilum við þeim gögnum. Annars framkvæmi ég einhverja útreikninga eða einhver köll í einhverja þjónustur sem eru dýrar að því leyti að það taka meir en einhverja millisekundur. Og þegar það búið, þá geymi ég gögnin undir lyklinum sem ég athugaði hér, geymi gögnin í þann tíma sem ég vill að þau séu lifandi í kassinu og skila síðan niðurstöðunni. Þannig að svona get ég með þessu patterni kassað gögn. Þannig að það þetta. Á ég þetta í kassi, ef svo þá skilum við því. Annars framkvæma þetta sem við viljum geyma eða viljum komast í. Setjum þær niðurstöður í kassið og skilum síðan niðurstöðunum. Þannig að ef við skoðum nokkuð dæmi það hvernig Redis virkar, þá ég með það uppsett hérna og ég búinn að sækja Redis pakkan og hérna tengistrengurinn inn á minn server og þetta setur þennan foo-lykil sem bar
loggar út niðurstöðuna úr því, sækir síðan lykilinn, loggar niðurstöðuna úr því og athugar síðan eftir 2 sekúndur hvað er búið að gerast. Þannig að þetta bara setur í forrita sem ég var að gera áðan. Og við keyrum þetta, þannig að þá fáum við set var OK, niðurstaðan úr því að kalla í set, og sjáum sem niðurstöðuna hérna úr gettinu og síðan eftir 2 sekúndur er þetta runnið út. Ef við viljum geyma og lesa fleiri hluti í einu, þannig að ég vil setja fleiri en einn hluti í einu, þá getum við notað mset sem er multiset, multiple hash, nei, ekki þetta, þannig að set multiple keys, þannig að það setur í raun bara key 1 og gildi, key 2 og gildi. Þá getum við kallað það hérna, við sendum bara inn fleiri og fleiri hluti og síðan getum við notað keys fallið til þess að fá bara þá hluti sem eru með þennan foo prefix og síðan eyða öllum hlutum sem eru með þessum foo prefix með því að sækja alla lyklana og kalla í hérna apply til þess að drepa alla lyklana í einu ásvörðum. Við kallum í það, þá fáum við fyrst hérna lyklana sem voru settir, síðan eyðum við þeim og ef við skoðum hérna hvað erum að vera í Redis. Þannig hérna erum við þá komið með þessa 3 lykla og svo ef við eyðum þeim hér þá eru þeir farnir út hér. Og síðan ef við viljum kassa eitthvað sem er dýrara, þá getum við skoðað hérna allir með að reikna Fibonacci-tölur á óhagkvæmasta veg sem við getum. Þannig að þá getum við sagt hérna, hér er einhver kössuð leið til þess að sækja einhverja Fibonacci-tölu númer eitthvað ákveðið. Og þá getum við aðtúað, til Fibonacci tala númer eitthvað. Við sækjum það, við reynum að sækja það úr Redis. Ef að hún er ekki til, þá mun þetta hérna skila okkur 0. Þannig að þetta hérna mun vera false, við munum ekki skila henni hér. Við munum reikna niðurstöðurnar með því að kalla í Fibonacci fallið. Síðan munum við setja í Redis út frá lyklinum hérna, Fibonacci tala númer n, niðurstöðunum því og skila niðurstöðunum. Þannig að ef við köllum í þetta hérna og tökum tíman, þá getum við séð hversu mikill munur það er að sækja eitthvað úr Redis versus að kalla í þessa þægilegu og góðu leið útreikninga á Fibonacci. Þannig að þetta verður Fibonacci tala númer 41. Hún er hér og það tók 22,1 sekundu að sækja það, en það tók 250 millisekundur að sækja það síðan úr Redis eftir að búið kassa það þar. Og þetta dæmi gildir sem við getum kassað að eilífu, þannig að við getum bara hengt þessu inn í Redis og svo alltaf þegar við beðum Fibonacci tölu númer 41 eða whatever, þá er það til þarna og henni er skilað. Þannig að núna í næsta kall, þá tekur þetta, fyrsta kalli tekur aðeins líka tíma, líka það er verið að bíða eftir að opna samskiptin við Redis, en þarna er dæmi að geta notað Redis sem hérna kass. Síðan þegar við ætlum að nota það sem session storage, þá bætist í raun bara þessi hérna lykill við og síðan er þetta bara nákvæmlega sama dæmi og við tókum við session hérna fyrir nokkur tíma síðan. Þar sem við teljum hversu oft við erum búin að koma á einhvern stað. Þannig að ef við keyrum upp þennan Express-stjón, þá fáum við þetta ég tel hérna hversu oft ég er búin að fara inn á einhverja síður. Og núna ef ég slekk og kveiki og reloada hérna, þá held ég áfram að telja. Út af því að núna í
Redis er komið þetta session hérna. Þannig ef ég sæki hvað er þar. Nei. Svona, þá fáum við hérna stillingarnar á þessu og svo hérna er þetta views hluturinn okkar sem að segir hérna slash er búið að heimsækjast 9 sinnum, favicon 1 sinni og slash foo 6 sinnum. Og svo ef að þetta dettur út, en ég hendi þessu, þá skiptir engu máli hérna, þá er bara búið til nýtt session og haldið áfram frá þeim punkti sem nýja sessioni var til.